Hér ætla ég að sýna hvernig þú getur sett Zoom-fund sem þú ert búin að búa til inn í Canvas, inn í dagatal nemenda. Vegna þess að þegar þú býr til fundin í Zoom, að þá fer hann ekki sjálfkrafa inn. Og það er þetta svolítið slæmt að nemendur sjáu ekki fundin og þurfa að muna eftir því að fara inn í kerfið og velja Zoom-tengilinn. Þannig allan að til að auka líkur á að nemendur mæti, að þá ferðu hérna inn í Zoom-tengilinn og hérna er ég með 2 fundi og ég ætla að setja hennan seinni fund hérna sem er hérna föstudagurinn 18. september inn í dagatalið nemenda. Og það sem ég geri, ég smelli á heitið á fundinum sem er hérna fjarfundur umræðum efni seta sem er hérna undir, já, maður sér að þetta er virkutengill því þetta er blátt og gagvirt. Þannig ég smelli það og þá er ég komin inn í bara uppsendinguna hvernig fundurinn virkar og ég get skoða stillingar, en það sem ég ætla að gera, ég ætla að fara hérna í invite link sem er hérna cirka hérna í miðjunni hérna. Og hérna velja hérna copy invitation. Þannig ég smelli á copy invitation og fæ þá upp hérna þennan glugga, pop-up glugga og hérna er takki sem heitir copy meeting invitation. Smelli á hann og þá afritar hann allan þennan texta á klippbortið mitt. Og þá segi ég bara, loka ég bara gluggan með það, ít og exið hann uppi, og fer inn á námsefnissvæðið. Það er náttúrulega að gera þetta á annan hátt líka, en ég ætla að sýna ykkur fyrst þessa leið. Og hérna ætla ég bara einfaldlega að búa til síðu sem að fer inn í dagatalið. Þannig ég var ég aðeins og fljótur, ég er búin að segja hvað ég ætla að gera. Ég er búin að búa hérna, já, þetta bara til eitthvað sem heitir fjarfundir, en auðvitað getur skipulagið verið einhvern veginn öðruvísi. Og fer hérna á íta plus. Og hérna smelli ég þá á síðu. Ég bý til nýja síðu. Smelli á ný síða. Og ég ætla að skýra hana bara Zoom fjarfundur 18. september 2020 klukkan 13 til 14. Og þannig að það er ágætt að láta koma fram daginn og klukkan hvað. Og jafnvel, ég ætla að bæta hérna við föstudaginn. Það hjálpa fólki jafnvel líka að sjá þann dag. Og svo segir maður bara bæta við atriði. Hérna niðri smellir á það. Og þá sjáum við hérna að við erum komið með síðu undir fjarfundir. Hérna. Og það kemur fram klukkan hvað. En núna þegar ég smelli á síðuna þá er ekkert inni. Þannig að þá smelli ég á breyta. Hérna uppi. Og fer þá inn í ritilinn og afrita sem er Ctrl+V. Þess textan sem ég fekk áðan í, og við erum ekkert að nota hérna join by zip eða join by h323, þannig að það er alveg óvægt bara að eyða því. En aftur á móti hérna er vefslóðin, þannig að nemendur geta þá komið inn í gegnum vefslóð eða í gegnum Zoom klienti sinn og með þessu meeting ID hérna. Þannig að það sem er að skipta okkur máli, það er þetta fyrst og fremst þessi vefslóð og svo líka fundarauðkennið. Og tíminn kemur hér fram. 18. september 2020 klukkan 1 PM sem er klukkan 1 eftir hádegi. Og passi vel upp á þetta PM og AM þegar það búið til fundina. AM er fyrir hádegi, frá miðnætti til hádegis og PM byrjar 12 á hádegi og er til miðnættis. Og þá bara segi ég einfallega vista
Auðvitað get ég gert þetta eitthvað fallegra með því að, já, aðeins að kannski snirta þetta til, setja kannski inn einhverja fallega mynd, hafa þetta kannski á íslensku, maður er með allt annað á íslensku. Vefslóðin á fjarfundin okkar og heldur meeting ID vegna þess að það er það sem að forritið biður fyrir þá sem að nota það. Og svo einfallega segi ég bara, já, ég má ekki gleyma einu, ég ætla að bæta þessu við hérna á verkalista nemenda, sjáðu hérna neðst. Þetta er svolítið sniðugt. Því ef ég bæti þessu á verkalista nemenda þá getur þetta birtast í almanaki nemenda. Þannig að ég haka við, bæta á verkalista nemenda og sjáðu, þá kemur upp svona dagatal. Og ég get sett tíman á fundinu þar. Þannig að ég vel hérna 18. klukkan 13. Sér. Það er nokkuð aðeins. Já. Þannig að núna kemur þessi fundur hérna á verkalista nemenda og sjáum hvað gerist. Þegar segi vista, ég vil segja vista að birta. Það er svona öruggt að hann skilji sér út í dagatalið og þannig að núna lítur þetta bara svona smart út. Jæja, skoðum hvað hefur gerst. Hvort þetta hafi skilað sér inn í dagatal námskeiðsins, þannig að núna smelli ég hérna heim. Og hérna til hliðar er eitthvað sem heitir skoða dagatal. Þannig að ég smetla það og húla, jáp, sjáðu þið. Föstudaginn 18. klukkan 13 er Zoom fjarfundur. Og byrju, nú ætla ég að prófa að skoða þetta fara tilbaka. Ég ætla að skoða þetta í nemenda sín til það er rosalega góð regla að þegar maður er búin að setja eitthvað svona inn, alltaf að fara í nemenda sín og skoða hvort það sé ekki alveg öruggt að nemendunum sjá þetta. Og þá sjáum við til dæmis hérna að nemendunum komið með þessu to do til að gera Zoom fjarfundu föstudag. Hann fær þetta líka þá hérna uppi á heimasíðunni sinni. Og hérna til hliðar. Og ef við förum núna í dagatali hans sem er hér fyrir námskeiðið, þá fer það hér og húla, hérna er fundurinn kominn. Þannig að það er þá öruggt að nemandinn er búinn að fá þennan fund inn í dagatalið sitt.